Já, komið þið sæl og velkomin hér á síðdegisvaktina á Bylgjunni, útvarp umferðarráðar hér á sínum stað. Við ætlum að heyra í Guðjóni Guðmundsssyni hjá Bændasamtökunum að tala við okkur íslenska ull og endilega hlustið á þetta. Þetta er ótrúlega fræðandi og skemmt. Spjall. Þá bara býð þér velkomin í þáttinn. Þú ert annar einstaklingurinn sem kemur inn á þátt sem er ekki alkohólisti. Það sem að mig langaði að fá því þáttinn til að spjalla er týndu börnin og börnin sem verða utan kerfis. Ég var að hlusta á Gnarristan áðan, þar sem Margrét var að tala íslenska forvarnamódelið og forvarnaherferðin sem var farið í 97 cirka. Já, og líka bara vitundarvakning, sko. Herfyrð og líka bara svona vitundarvakning og upplýsing til fólks, já. Sem var bara gríðarlega merkilegt átak eða frumkvæði til þess að leysa úr vanda og bæta líðan ungmenna og eins og framkemur í þættinum og í viðtölum við hana, sko, þá hefur þetta gefið alveg gríðarlega góðan árangur með mjög litlum tilkostnaði og svo er það bara einhvern veginn oft með góða hluti sem að gera mikið að það lognast oft einhvern veginn út af og ég held að það hafi svolítið gerst með íslenska forvarnamódelið og nú er það í mjög takmörkuðu mæli hér á Íslandi en þess meira í útlöndum vegna þess að tölurnar bara tala sínu máli og fólk sér þessar tölur, árangurstölur og þess vegna er eins og hún er að ferðast allan heim til að kynna íslenska forvarnamódelið og það er hlutur sem að mig langar til þess að og ég tel mjög mikilvægt að endurvekja bara forvarnir og í því sambandi líka forvarnadeild lögreglunnar sem ég tel bara sem að hefur verið svolítið svona ég held hún hafi alfarið verið lögð niður þó að sé einhver forvarnastarfsemi þá er hún samt í mýflugumynd miðað við hvernig forvarnadeildin vann og það er hægt að afstýra svo ótrúlegum vanda með forvörnum vegna þess að líka það sem að fólk heldur oft því miður að börn í vanda séu svo flókið mál, þessu svo óyfirstíganlegt og það er ekki rétt oft þarf ekki svo mikið til að hjálpa krökkum sem eru týnd eða ráðvillt eða komin kannski á einhverja svona óörugga eða óheilbrigða leið. Það þarf oft ekki svo mikið til þess að hjálpa þeim til þess að rétta kúrsinn og komast aftur á beinubrautina eða sem sagt úr svona kannski skaðlegri hegðun eða hættulegri. Þannig að mér finnst til mjög mikils að vinna að efla forvarnir, já. Þegar ég hugsa forvarnir, þá hugsa ég bara tilbaka þegar ég var í grunnskóla. Þá var Marita-fræðslan Já. Og það var oft bara svona, mynd af manneskju áður en hún fór í neyslu og svo 10 árin seinna eftir að hún búin í neyslu og hvað hún leit illa út og svona ekki gera þetta, þú
þú veist, ég hugsa bara einhvern veginn svona, bara svona Heilin á þér þegar þú tekur eiturlyf. Já, þú veist, þetta heiliðinn á kókaíni og það virkaði ekki á mig. En þegar ég hlustaði á þátt í Gnarristan, þá skildi ég betur sko hvað að vera að meina með forvarnir, að breyta umhverfinu frekar en að vera segðu nei við fíknin á djöfulinn og það sem að, þú veist, hvernig til dæmis við tölum þig þegar þú varst krakki, þú varst krakki sem var svona hálfpartinn utan kerfisins, á þeim tíma voru tossabekkir, ekki satt, og hvernig hefði verið best að nálgast þig á þessum tíma? Sko, ég með ADHD og á þeim tíma þegar það ljóst á þeim tíma 73 eitthvað svoleiðis sem að ég var mjög ungur, ég bara 4 ára þegar ég kem fyrst á barna- og unglingadeildina á Dalbraut og þar til svona meðferðar, skoðunar og síðan á leikskólanum, það var leikskóli þar og þá þetta greint sem, þetta var kallað misþroski á þessum tíma og þetta var rosalega gildishlaðið orð og þetta var það sem að mér var svona þyngst í þessu fyrir mér var skömmin. Það var svo rosalega skömm tengd þessu og bæði fyrir foreldra mína og fyrir mig og ég átti við svona námsörðugleika að stríða en það var einhvern veginn alltaf verið að bíða þegar ég myndi svona einhvern veginn þroskast upp úr því. Ég myndi fullorðnast, hætta að vera svona barnalegur og klaufskur og ég myndi bara vaxa upp úr þessu og ég var í Fossvogsskóla sem sagt fram að fyrsta bekk í Gaggó. Þá var ég 13 ára og í Fossvogsskóla bara svona gekk mér ágætlega. Umsagnirnar mínar voru gjarnan oft hávær og truflar kennslu framför hæg. Það var eiginlega alltaf umsögnin mín og ég fekk S sem var sæmilegt, sem sagt ekki vont, ekki ágætt, alltaf sæmilegt. En síðan fer ég flyt í annan skóla í Réttó og þá bara það bara hrundi veröldin mín þetta var bara og ég gerði mér ekki grein fyrir því þá en ég bara svona sá það betur seinna þegar ég fullorðnast. Þetta var bara of mikið rask fyrir mig og mikið breyting og ég réð ekki við þetta og ég var öðruvísi kom á öðruvísi heimili heldur en flestra, en foreldrar mínu voru mér fullorðin þegar eignast. Pabbi var 50 þegar hann eignaðist mig. Þannig að ég var haft svona svolítið gamaldags, svo var ég líka rauðhærður og ég var pönkari. Þannig að ég var eiginlega svona kjörið fórnarlamb fyrir svona aðkast og einelti og svo var ég líka sem sagt ekki námsmaður, hafði mjög litla getu í íþróttum eða bara enga getu og heldur ekki sem sagt neitt aðdáandi tónlistar og ég hef aldrei verið það. Það var einhvern veginn bara skilurðu, það var einhvern veginn upplifði ég bara öll sund lokuð fyrir mig. Ég átti ekkert það var ekkert sem að þú veist gaf mér sjálfstraust og ég var bara svona eitthvað átkast, eitthvað frík og þannig að bæði út af bara því að skóli var niðurlæging og ég var óttaslegin á skólalóðinni
ég meina, þú veist, frímínútur, þetta var ekki frímínútur, þetta var bara helvíti, sko, það sem ég voru oft bara hundeltur hérna hverfið, sko, og ég hef sagt frá þessu í bókunum mínum og svona, en sko, það sem að sko, og síðan fór ég bara, ég hætti að fara í skólan og ég fór bara að fara inn í bæ og fór bara að hanga á Hlemmi og væflast í bænum og og líka helgar og það sem að var mér til happs á þeim tíma sem að ég, þú veist, sem að ég á bara lífið mitt að launa var útideildin svokallega sem starfaði á þeim tíma á vegum Reykjavíkurborgar sem var úrræði sem var fólk sem að var með húsnæði niður í Tryggvagötu og bíl til umræða og fór svona og talaði við svona einhverja krakka eins og mig og svona og bauð okkur niður á Tryggvagötu og þar var alls konar félagsstarf og þar var fólk sem var að tala við mig sem var félagsfræðimentað, sálfræðimentað eða líka bara fólk sem hafði áhuga á málefninu og það er svo margt til dæmis í því þarna sem sagt kem ég svona frekar dysfunktional fjölskyldu ég á í erfiðleikum í skóla erfitt með að mynda sem sagt tengsl við jafnaldra mína og með mjög brotna og skrýtna sjálfsmynd sko. En þannig að ég útið og ég glemði þessu aldrei sko. Ég man þau voru að segja við mig sko, til dæmis svo að ég var í klár. Það hafði aldrei neitt sagt það, bara aldrei neitt sagt við mig að ég var í klár. Bara svona klár strákur eins og þú Jón, út svo skemmtilegur og klár og þetta var alltaf það sem gerir mínus, skilur. Ég var að reyna að vera skemmtilegur en ég fekk alltaf truflarkennslu eða þú veist. Og svo var ein kona þarna sem var að vinna þarna sem var að spurja mig hvort ég ætti kærustu og ég var alveg bara nei, veist. Og hún sagði skrítið svona sætur strákur eins og þú og ég var alveg bara þetta var alveg svona bergmálað inn í hausnum að því mér fannst hún bara, þú veist, mér fannst hún bara geta verið í ABBA, skilur, hún var bara svo glæsileg, sko. Og henni fannst ég vera sætur strákur, skilur, ég bara, og þetta bara, þú veist, þetta bara, og ég held að fólk vanmeti oft, sko, eins og sérstaklega gagnvart börnum, hvað bara svona hlýlegt orð eða umhyggjaði áhugi getur gert svakalega mikið, sko. Og það til svo mikil sem vinna, það er oft verið að segja þú veist að því ég núna til dæmis í kosningabaráttu ég að fara mikið þú veist að því ég svona fulltrúi viðreisnar svolítið í lista og menningamálum mæti mikið á svona pallborð listur og menningu og gildi lista og mikilvægi þess að fjárfesta í listum og það hefur verið sýnt fram á það með útreikningum að ef þú fjárfestir einni krónu í listum og menningu þá farið 3 krónur tilbaka. Það bara hagnaður af því og þetta bara fínt business líka. En líka hugsa, þú veist, ef þú fjárfestir í barni fyrir 1 krónu þá farið 1000 krónur tilbaka. Þetta er svo besta fjárfesting sem hægt að gera. Og ég hef bara, þú veist, ég hef það sem bjargaði mér, þú veist, var gott fólk, mjög mikið konur sem einhvern veginn, bara svona góðar konur, þú veist, ég oft talið þær upp, sko, sem svona gáði sig að mér á einhverjum ákveðnum tímum æsku minnar og síðan þegar svona upp úr 20 þegar ég áttaði mig á því að ég hafði aldrei heyrt talað um lesblindu og ég trúði því raunverulega sem barn að ég væri svona vitlaus. Skilur, það er bara vitlaust fólk sem kann ekki að skrifa, skilur, að því að gáðað fólk kann að skrifa og mjög gáðað fólk skrifa bækur,
skilur, þetta er bara svona, þú ert aldrei að fara að gera það, skilur, því þú kannt ekki einu svona, að því, ég veit ekki, og bara skömmin, skilur, yfir því að, ég vissi ekki hvernig jóð átt að snúa, sko, þannig ég bara skrifaði til skiptis og þá vissi ég að það var rétt í annað hvert skipti, en hérna, þú veist, hefði ég á þeim tíma, sko, sem sagt, fengið stöðning sem ég þurfti með ADHD og lesblindu, þá, þú veist, þá held ég að mér hefði bara farnast ágætlega, skilur, já, því að ég, þú veist, mér langaði að, og ég líka bara, þú veist, sem manneskja, skilur, mér finnst alltaf, þú veist, manneskjur eru félagsverur, okkur langar að tilheyra, okkur langar að ná árangri, en sko, stundum bara týnum við þræðinum, það finnum hann ekki. Og hérna, og svona, þú veist, og ég fæ allt svona, eins og með börn og ungmenni, sko, þú veist, ég fæ oft svona, fyrir hjartað, sko, af því að, þú veist, ég veit að flestu fólki, þú veist, eins og þessu kerfinu og svona, langar að, þú veist, gera gott, langar að hjálpa krökkum, og þetta sem að fólk sem að var að sýna þér, þú veist, hvernig heilin á þér á kókaíni, það er að reyna, þú veist, það er að reyna að gera þetta, það bara veit ekki alveg, það kann ekki betur, skilur. Og hérna, og ég fæ oft svona sting fyrir hjartað, eins og bara með krakka, að sko, krakkar átta sig ekki á, sérstaklega krakkar sem eru undir miklu álagi, sem eru í neyslu, sem eru á flótta, þau átta sig ekki, þau sjá ekki afleiðingar gjörða sinna, eins og við höldum að þau sjá, og við sjáum að þau sjái. Þannig að þau sjá ekki hurðirnar sem lokast fyrir aftan þau. Við sjáum það stundum og við höldum, þú veist, láttu þér þetta að kenningu verða, en þau skiljið, þú veist, þau eru bara ekki á þeim stað að þau skiljið, þau meðtaka þetta ekki í huga eða hjarta, þeim bara líður ofboðslega illa. Þannig að, sko, og mér finnst mjög mikilvægt líka að, sko, að krakkar hafi tækifæri til að koma tilbaka og við bjóðum þau tilbaka. Sko, þú veist, inn í skólakerfið, til dæmis. Inn í félagslíf, þessi meðtekin af jafnöldurum sínum og bara aldrei útskúfa. Það hérna, og þetta er, þú veist, þetta er, skilurðu, einhver svona fjárfesting, þetta er einhver kostnaður og þetta er einhver menntun og svona, en þetta er fyrst og fremst viðhorf. Þetta er fyrst og fremst hérna vitundarvakning fyrir mér og hérna og mér finnst staðan í dag orðin bara algjörlega hræðileg og algjörlega óásættanleg. Það er neyðarástand í málefnum barna og ungmenna á Íslandi og við erum að glata mannauði og hérna í staðinn fyrir að fjárfesta í fólki sem að hérna mun gefa til samfélagsins, þá erum við að vanrækja fólk, börn, og við erum að búa til vandamál. Og ég sé, þú veist, ég er 57 ára, ég kem úr fjölskyldu sem er eins dysfunksional og íslenskar fjölskyldur bara verða. Hérna, og hérna, þú veist, og ég séð bara ferlið, ég sé, þú veist, börn í fjölskyldunum minni, í þessu ferli, skilurðu, í óvissu, í hérna, í ringl, í neyslu, í glæpi til að fjármagna neyslu, inn í fangelsi, vandi sem byggist upp meira og meira og endar síðan gjarnan sem sagt með dauða. Og hérna, og allan tíman skilur hefur verið
tækifæri til að grípa inn í. Það hefur allan tíman verið tækifæri. En sko, svo eru bara oft aðstæður einhvern veginn þannig að það ekki gert. Þannig að sko, og ég tel mig hafa verið gríðarlega heppinn. Sko, margir af sko, jafnöldurum mínum sem voru sko, til dæmis eins og ég bara sagt frá, eins og þessi krakkarnir þarna á Hlemmi, til dæmis einhver þar sko, þau, þú veist þetta, það var engin af þeim, myndi ég segja, vond manneska. Þetta voru bara, og ekki með illan ásetning, þetta voru bara mjög góði krakkar sko. Fólk var svona einhvern veginn smeygt við okkur að því við vorum pönkarar eða eitthvað svona, en við gerðum aldrei flugum einn sko. Og okkur sjálfum kannski, en aldrei neinum öðrum, mjög sjaldan. Og það er bara hræðilegt, líka til dæmis hvað mikið af þessum krökkum sko, eru ekki meðal okkar lengur sko. Þú veist, og þau mörg þarna áttu aldrei séns. Af því það, þú veist, allar hurðirnar voru bara á búið að loka öllum hurðunum og það var engin, sem sagt, það var engin útleið fyrir þau. Það var bara ein leið. Og það var bara leiðin til glötunar og hún er hérna fyrir þig, skilju, og bara, en hvað annað, engin. Það er engar, við erum búin að, sem sagt, við ætlum ekki að leyfa þær að ganga neina aðra leið. Og ég, þú veist, hafði gæfu til þess að fara ekki þessa leið. Og fyrir það er ég gríðarlega þakklátur og ég hef alltaf, einhvern veginn, það hefur alltaf verið svona drive í mér að, þú veist, mér langar til þess að einhvern veginn sko borga þetta tilbaka einhvern veginn þú veist, reyna einhvern veginn að gefa von það sem er ekki von, það sem er vonleysi og svona, þú veist, og þetta var stór hluti af því, þú veist, hvað ég var að gera hjá Reykjavíkurborg og en skilur, þú veist, svo náttúrulega takast hlutir misvel og en hérna þannig að og þetta er bara svo málaflokkur sem að sko mér finnst bara ríkja algjört neyðar ástand í og hérna og þú veist þetta er bara þetta teygir sig svo víða þetta er ég alltaf er ég fyrir að hugsa þetta sko þú veist þá byrja ég á einum punkti sko svo fer ég að hugsa um annan punkt og svo annan punkt út frá því og allt í einu er ég farin að sjá fyrir mér ákveðið svona net sko þetta er svo samtengt sko hegðunarörðugleikar, fíknin, úrræði, lyf og hvernig við erum að takast á við skilur vandamál til dæmis eins og ég hef oft til dæmis bent á bara í sambandi við að því ég farið svo mikið frá því til dæmis ADHD-samtökin voru stofnuð, tekið mikið þátt í ráðstefnum og svona ADHD og ég hef talað, þú veist, ég hef sagt, þú veist, það er til dæmis eins og með ADHD, það er til lyfjalaus leið og þá er ég alls ekki að tala gegn lyfjum, ég bara að segja það er til lyfjalaus leið vegna þess að sko og líka við megum ekki selja okkur þá hugmynd að við leysum til dæmis eins og uppsafnaðan hegðunarvanda með lyfjum vegna þess að það er líka á bakvið þetta er sálrænn eða tilfinningalegur vandi sem að
við getum ekki selt okkur það að við séum að leysa hann með því að gefa lyf. Og hérna, þú veist, þú lagar einhvern ákveðin hluta, en skilur, þetta eins og, þú veist, hérna, vera á bíl sem öll dekkin eru sprungin á og þú lagar 2 dekk, en þú heldur áfram að keyra bílinn á 2 sprungum dekkum, skilur, þú ert vissulega búin að gera eitthvað, en það er ekki nóg, skilur, þannig að, sko, og já, og þú veist, og líka bara, þú veist, oft spurt líka, þú veist, en hvernig á að fjármagna og, þú veist, hvernig, og við erum að fjármagna. Það verið að dæla alveg rosalega miklum peningum í alls konar úrræði, en það er oft stundum skilar ekki þeim árangri. Og ég held að stjórnsýslan, ég held að sem er mikið bara af fólki sem er að vinna heilbrigðiskerfinu í hérna, til dæmis á þingi og svona, sem langar hann á árangri. Og þar held ég að ég geti bara hjálpað mjög mikið með minni reynslu. Þannig að sko, það er svona mér að reyna. Já. Hérna, þegar þú nefndir hérna með þú veist, þegar þú varst í skóla og fékkst hérna ummæli að truflar oft kennslu og hérna lítil framför. Framför hæg. Hérna, mér finnst þetta að vera svona kannski að færast aftur eins og við vorum að tala áðan í bara gamalt far. Og það þarf að bæta úr þessu. Það sem að mér langar að spyrja líka er, þú veist, þú hafðir einhvern tímann grun það að þú værir með fíknisjúkdóm eða alkohólisti. Hvernig var það ferli hjá þér, þú veist, varst þú í ofdrykkju eða varstu í neyslu eða? Sko, já, bara, sko, í minni fjölskyldu, þá var það bara svolítið þannig að það var svona tímaspursmál í rauninni bara í minni fjölskyldu að það var, sko, að fara í meðferð, það var bara svona eins og ferming. Þetta var bara eitthvað sem allir gerðu, sko, fyrr eða síðar. Og mér var innrætt það, sem sagt, af sko, mínu umhverfi og sem unglingur þá leitaði ég, sko, og það er bara stór hluti af því að vera með ógreint ADHD sem unglingar, að þú veist, þetta fyrirbæri sem er kallað self-medication, sko, það var einhvern veginn að reyna að laga mig með einhverjum lyfjum. Og sko, þannig að og það voru sem sagt ávísulyf frá læknum sem ég var aðalega á. Og með minn bakgrunn frá barna- og unglingageðdeild þá var það ekkert stórt skref að taka, skilur. Þannig að sko, til dæmis bara þegar ég er svona 15-16 ára, þá er ég bara komin á mjög sterk geðlyf sem að voru mín leið til þess að reyna að ná einhverju ró innra með mér eða einhvern veginn laga mig. Og ég hafði alltaf þá trú á lyfjum, einhvern veginn, að þau mundu, þú veist, ég tek þetta lyf og það lagar mig. Og þú veist, ég notaði örvandi lyf til að bara skerpa einbeitinguna mína og vera ekki út af þekju og svona, sem eru í grunninn sömu lyf og er bara að nota sem sagt í læknisfræðilegri meðferð. og hérna, og síðan þú veist, róandi lyf, kvíðastillandi lyf, þunglyndislyf, ég var greindur með hérna flógaveiki, sko, hérna
og síðan líka áfengi með þessu sko og þetta sem sagt endaði síðan þannig að þú veist ég ákvað að hætta þessu ég bara og bara og gerði það ég bara sko af því að mér fannst Leifinn aldrei þú veist bættu kannski eitthvað upp en svo kom eitthvað annað í staðinn eitthvað svona hliðarverkanir af lyfjunum og síðan svona fór ég upp úr því að vinna að þessum málum og ég var að vinna sem starfsmaður á Landspítala, á geðdeild Landspítalans og fór að vinna á fíknimeðferðardeild Landspítala 33A sem var þá, og svona komst betur og betur inn í starfið þar og bara starfsmaður sko og í framhaldi af því fór ég að vinna með Óttari Guðmundsssyni, geðlækni og á áfengismeðferðarstöð ríkisins á Vífilsstöðum sem var í gegnum tíma og síðan á göngudeild á Teigi á Flókagötu. Það sem var rekin göngudeildar, fyrsta göngudeildar áfengismeðferðin á Íslandi og í þessu ferli, þú veist, þá var ég bara 25 ára, þannig að mín áhersla voru börn og ungmenni og ég var líka að vinna á Vogi var í 3 mánuði í reynslu ráningu en fékk ekki fasta ráningu af því að Þórarinn Tyrfingsson hann sagði að ég væri húmorslaus og hann sagði þú ert góður strákur Jón og þú ert skynsamur og allt það en þú ert algjörlega húmorslaus og þú átt aldrei eftir að endast í þessu starfi að vera engan húmor en ég var svona, þú veist virkilega að reyna að vanda mig og en ég líka bara, þú veist, ég vissi voða lítið þetta mis bara eins og Þórarinn sendi mér mynd sem hann fann sko í myndasafninu sínu af mér þegar ég var að vinna á Vogi sko og bara sér útganginn, þú veist, klæðaburðurinn ég kunni ekkert að klæða mig, skilur, ég keypti bara föt í hjálpræðisernum, bara eitthvað, skilur, sem ég fannst vera eitthvað svona kallalegt, þú veist, þetta var bara eins og trúður, sko, en þú veist, og þetta svona gaf mér mikið og þú veist, ég bara einhvern veginn sá mig sko fyrir mér bara einhvern veginn geta unnið við þetta og svo fór ég líka að keyra leigubíl og mér fannst ég bara vera á grænni grein sko þá kom grínið og ég svona dróst inn í grín sem sagt og það kom að því að grínið var orðið það yfirgripsmikið að ég gat ekki sinnt starfi mínu á Landspítalanum lengur og ég sagði upp að ég ætlaði bara að hella mér út í grín og þá talaði einmitt Jóhannes Bergsveinsson sem var yfirlæknir geðdeildar Landspítalans kallaði mig á fund og hann sagði já, ertu að hætta hjá okkur Jón, hann er mikill missir af þér og svona og mér skilst að þú sitt að fara í grín, já, ég ætla að vera svona grínisti, já, mitt það er gott, sagði hann, mér er alltaf gaman að ungi menn hafa svona einhvern metnað og svona, en þið vantar eitt, sko, sem að grínistar hafa, sko, já, sko, þú ert ekkert fyndinn, sagði hann, og já, þú veist, þannig að það eru 2 mikilsmennir læknar búin að segja mér að ég sé ekki fyndinn, sko, en en síðan fór ég út í grínið og og svona sko og
og það oft líka bara svona ákveðin hliðarverkun af sko því að vera að vinna í þessu og þetta vandamál sem vel þekkt sko, þá fer fólk út gjarnan svona detta út úr sko sínu eigin eins og A-fundum eða eitthvað svoleiðis og ég, það, þú veist og það svona gerðist, þú veist, hjá mér eiginlega, þú veist, það var mjög svona bara svona ferli og síðan sko eftir að var hættur þarna að þá svona þá hætti ég sem sagt að svona upplifa mig að skilgreina mig sem alkohólista, þú veist, ég gerði það, þú veist, það var líka bara svona forsenda þess að vera að vinna við þetta sko. Og svona og ég er ýmislegt sko, en sem sagt ég er ekki alkohólisti og þannig að en sem sagt en svona þarna liggur bara með mikið taugin mín sko til þessa í þennan rann og svona þú veist eins og til dæmis eins og rannsóknir sem gerðar hafa verið til dæmis við tökum eins og fangar síbrotamenn til dæmis fangar flestum tilfelli 80% tilfella eru glæpir framdir undir áhrifum einhverja vímugjafa eða áfengis og oft í tengslum við vímuefni eða áfengi til dæmis sem fjármögnun og sem einhver ákveðin lífstíll og meiri hluti fanga eru með ADHD og þú veist, við vorum að taka upp fangavaktina til dæmis á Litla-Hrauni og við vorum að koma, þú veist, áður en við byrjum tökur, þá vorum við að koma í, þú veist, vettvangsferðir, fá að ræða bæði við fanga og við fangaverði, skoða aðstæður og svona. Og inn á vaktinni hjá fangavörðunum á Hrauninu er veggur með póstkortum frá sólarlöndum og þetta er mjög merkilegu veggur og ég var alveg bara, hvað, þú veist, hvað er þetta? Og þá var að segja, jú, það er, þú veist, strákarnir eins og fangaverðir kalla gjarnan fangana á Hrauninu, strákarnir sem eru kannski búin að vera í mörg ár, þeir losna. Oft fyrsta sem þeir gera það er að fara eitthvað til útlanda, fara til Costa del Sol eða Tene eða eitthvað svona. Og þeir eru oft mjög félagslega aftengdir, eiga ekki sambandi við fjölskyldu sína og eiga vinir sem eru einhvern veginn óstaðsettir í hús, þeir taka ekki við póstkortum. Þannig senda okkur póstkort. Af því við erum eina, þú veist, við erum svona hluti af fjölskyldunni þeirra. Og hann sýndi mér, hann sjáðu, sagði, veist, og þú lest þessi kort, þú veist, þau eru mjög illlæsileg. Þú átti erfitt með að lesa hvað stendur á þeim vegna þess að þeir eru líka meira og minna lesblindir, sko. Þú veist, og hafa aldrei fengið hjálp til þess, sko. Þannig að það, þú veist, sko, það er mjög þunn lína á milli ADHD og fíknar. Þetta helst mjög jafnt í hendur, sko. Og það er bara og sko og fíkn er eins og eðli, ég meina bara ég elska hunda, ég hef átt marga hunda og mér finnst gaman að ala upp hunda
og eðli í hund eins og manneskunni, það er missterkt, eins og veiðihundar til dæmis, missterkt veiði eðli. Sumir veiðihundar hafa bara engan áhuga á því að veiða, þó þeir séu veiðihundar. Svo eru aðri veiðihundar sem hafa bara drápseðli, þeir eru svo miklu veiðihundar. Það er bara sterkt í okkur og fíknin er þannig líka í fólki, hún er mér sterk og þú veist, allar manneskjur hafa einhvers konar fíkn, mér langar svo í, mér langar mér, eitthvað svona, eitthvað craving, en þú veist, það fer ekki yfir ákveðin mörk, hvar er þessi mörk, hvar er mörkin á því, hvað er, þú veist, eins og matarfíkn, þú veist, hvað er að bara vera, þú veist, finnast gaman að borða og finnast matur góður og hvað er matarfíkn, þú veit, eða, þú veist, anorexía, þú veist, þetta er oft svolítið ósýnilegt og þannig að en mér finnst gjarnan, og ég meina það er líka bara þannig að þú veist, manneskja sem að hefur til dæmis ekki átt við til dæmis áfengisvandamál og stríð eitthvað svona, fer í gegnum til dæmis, og við þekkjum bara fjölmörg dæmi þetta, fer í gegnum einhverja sjúkdómsmeðferð, eins og til dæmis krabbameinsmeðferð og já, þú veist, ég þarf ekki að útskýra það fyrir þér eða hlustandum, áhorfendum þínum, fær morfínskyld lyf, eins og við sjáum eins og Oxycontin faraldurinn í Bandaríkjunum, þá er þetta bara orðið fíklar, bara svona, fólk sem var aldrei fíklar, því að þú veist, þetta er allt í okkur, og það er engin manneskja undanskilin fíkn, sem þarf ekki að hafa áhyggjur að vera ekki fíkill, það er engin, ekkert frekar en að vera viss um að fá aldrei krabbamein eða, þú veist, togna aldrei, þetta er bara stór hluti að vera til og þannig að, þú veist, og hún fer ekki í manngreining álit og hún spyr ekki stéttastöðu eða menntun eða, þú veist, þú hugsar þig ekki, frá þú veist, frá fíkn og ef eitthvað er, því klárari sem þú ert, því hræðilegri verður fíknin, þetta er bara en já, veistu, ég skilgreini mig ekki sem fíkil, ég skilgreini mig ekki sem alkoholista, en tauginn mín liggur þangað, og bara öll fjölskylda mín, öll stór fjölskylda mín, þú veist, hefur þjáðst af þessu og dáið úr þessu, og þannig að og einhvern veginn líka bara, þú veist, sem einhver svona áhorfandi sem sé samfellda sögu mannesku frá henni barn, mjög náinn bróðursonur minn til dæmis, aðeins yngri en ég, 8-10 árum yngri en ég, og ákaflega skemmtilegt barn, en síðan verður hann fyrir vanrækslu, ofbeldi, vanræksla er ofbeldi, og villist af leið fær ekki fær ekki þá hjálp sem hann hefði átt að fá, og hann byrja mjög snemma í glæpum, innbrotum, síðan í neyslu og síðan í
glæpi, svona fjármögnunarglæpi, tengda neyslu, inn og út úr fangelsum og þú veist, hurðirnar smella hver á fætur annari og hérna, þú veist, líka bara skilurðu, þú veist, sakaskráin, skilurðu, orðsporið, fjölmiðlar, bara nafnið þitt, skilurðu, og það svo erfitt að, þú veist, að fá mannorðið sitt aftur, sko. Síðan fremur hann hræðilegan glæp og verður landsþekktur, skilurðu. Hann hélt stúlku fangin í sumarbústað og misþyrmdi henni og nauðgaði henni í marga daga, sko. Viti sínu fjær, skilurðu, af dópi var kallaður sumarbústaða nýðingurinn eða eitthvað svona, ég man ekki hvað. Og hérna flúði land, veist, bara hvarf út í heim og hérna og hérna, þú veist, hún er aldrei afturkvæmt til Íslands. Þú veist, þú getur bara, skilurðu, þú veist, og hérna fór huldu höfði vegna þess að það voru líka bara, þú veist, það var ekki bara löggan og Interpol sem voru eftir honum, þú veist, það var líka undirheimarnir, skilurðu. Og þú veist, það var ekki einasta hurð, neins staðar, þú veist, og þegar ég skoða söguna hans, skilurðu, bræðfræðin krakki, skilurðu, og það eitthvað svona, að lokast einhver hurð, skilurðu, skólinn vill ekki taka við honum eftir hann svo erfiður, skilurðu, það ein hurð sem lokast. Og fulltrúinn hjá barnavernd sem búinn að vera með málið hans fær síþreytu eða bara mest, eða skilurðu, bara örmagnast, hættir og var búinn að vera sú manneskja sem var mest að vinna í hans málum og þá kemur einhver nýr, tekur málinu, hefur ekki tök á að setja sig inn í það, þannig að hann svona, þú veist, það úrræðir ekki lengur í boði, þannig að hann fer eitthvað annað, sú hurð lokast og endanum bara landamaður land, þú veist, það er búið, hann, þú veist, hrekjan hann farin úr landi, skilur, hann aldrei afturkvæmt og hann bara dó einn og yfirgefinn í útlöndum, sko, og þú veist, og hann var á engan hátt, skilurðu, vond manneskja, sem sagt, í grunninn, skilurðu, hann var það ekki. Og hérna, og líka bara, þú veist, hérna, það svo líka bara, kemur fólki líka ofta á óvart, sko, eins og til dæmis með fanga og hérna, að þegar þú kynnist föngum sem eru að afplána í fangelsum bæði hér á landi og erlendis. Þú verður oft svo hissa að þetta svo góðir strákar. Þú veist, hvernig getur svona góður og svona skemmtilegur strákur verið að afplána 8 ára dóm fyrir eitthvað hræðilegt, skilur, þú bara svona og en við höldum oft þetta sé ofboðslega illmenni, en þú veist, þetta er meira bara, skilur, fullorðnir menn sem oft á tíðum bara fengu aldrei að vera börn og eru bara ennþá einhvers staðar inn í sálinni á sér einhvers staðar bara 8 ára fastir í, þú veist, í áfalli, skilur, og sem þeir bara komast aldrei yfir og einhvern veginn, hérna, og tekur upp bara einhvern svona heljarinnar stórt ósýnilegt svæði inn í þeim sem hefur með hjartað að gera, hefur með öndunina að gera, hefur með magan að gera, skilur, að þetta bara, og ég bara fundið þetta, skilur, bara, hérna, og sko, hérna, já, það er ekki, þú veist, það er ekki, sko, ílska og ég, það í fangavaktinni, einn frægasta persónan úr fangavaktinni, Kenneth Máni, og hann er persónugervingur svo margra sem að ég hef þekkt, þú veist, ég hef bara
Kenneth Máni var í öllum grúppum sem að ég var með á Vogi. Kenneth Máni hann var á Teigi. Kenneth Máni var á 33A. Kenneth Máni svo víða og hann gæti alveg verið að gera eitthvað annað heldur en að vera á Hrauninu, hefði hann bara átt eitthvað bakland og svona og það sem að ég segi, eins og með þessa krakka sem að ég segi bara, mér langar bara einhvern veginn eiga þátt í því að hjálpa krökkum sem hafa dottið á sporinu, farið á sporinu einhverjum hluta vegna. Félagslegar aðstæður, heimilisaðstæður, áföll, aðlögun, til dæmis innflytjendabörn, fíkn, taugaraskanir, og það bara orðið of algengt í dag að þessi börn séu bara sett svona utangarðs að því við höfum ekki tíma og við höfum ekki pening í að hjálpa þeim. Og ég bara sætti mig ekki við það. Ég vil bara sækja þessa krakka og einhvern veginn sýna þeim athygli og þá umhyggju sem þau þurfa og hjálpa þeim bara aftur að lifa lífinu sínu innan garðs, ekki utan garðs og ekki þannig að endanum hrekist eitthvað til útlanda. Maður skjóti inn í það. Já. Það bara, þegar þú talaðir áðan, þá varst þú svona krakki sem að hékkst á hlemmi og þú vilt fara að ná í þessa krakka. Já. Ég held að þessi krakka sé ekki lengur á hlemmi. Ég held að sé alveg svolítið erfiðar að finna þessa krakka núna. Það ekki hægt að stofna eitthvað vinahóp eða eitthvað svoleiðis sem að fer og tala við krakka niður í bæ. Nei. Þessi krakkar eru bara inn í tölvunni og eru bara horfa sjónvarpið og og ég held að það sé rosalega erfitt að nálgast þessa krakka í dag af því að ég tengi rosalega mikið við þig þegar þú talar þína æsku en ég var ekki hangandi niður á hlemmi eða stundum var ég hangandi fyrir utan sjoppu í Spöngin eitthvað svoleiðis en mest megnis var ég bara inn í tölvuleik af því að þar var minn raunveruleiki, þarna flúði ég minn raunveruleika og búði minn til eigin raunveruleika, skilurðu. Bjóð til mína eigin búblu og ég veit ekki svarið við þessu sjálfur en það þarf einhvern veginn að finna leið til að nálgast þessa krakka sem eru bara algjörlega ótengdir raunveruleikanum og þeim líður vel þar. Einmitt, já, og þau líka, oft áttar sig ekkert á því að sé eitthvað að. Skilur, og það líka bara að því þau bara hafa fundið sitt öryggisverði, skilur, og þannig að ég veit og við vitum öll að þetta er flókið og við munum aldrei geta bjargað öllum börnum. En mér finnst það samt ekki svo flókið að við ættum að sleppa því að reyna og ég hef líka bara haft þá gæfu til að bera að leita ráða þar sem ég tel mestu þekkinguna vera og það nokkuð sem svona aðferðafræði sem ég vinn eftir til dæmis að reyna að ná til þessari krakka í gegnum ákveðna tengiliði og koma þeim í úrræði eða bjóða þeim upp á úrræði sem þau gætu þegið og ég hugsa til mér finnst ég fjölst með hann finnst mér dæmi svona úrræði sem getur og hefur verið fyrir svona eins og krakka sem hefur verið eitthvað sem að þau hafa geta nýtt sér og það vil ég efla og
og líka bara, þú veist, lyfta þessu upp, bara sína, þú veist, ég fór heimsótti fjölsmiðjuna upp í Urriðaholti daginn og þú veist, ég kom þarna líka, þú veist, ég var borgarstjóri og þetta er bara dæmi úrræði, ég er ekki að segja þetta sé undralausnin og öllum vanda, en þetta er úrræði sem er að gagnast með mörgum krökkum og þú veist, og bara sjá þess að krakka, þú veist, og borða, þú veist, og kemur einhver stúlka og bara, hæ og bara, varstu ekki einu svona forseti og ég bara, nei, ég var ekki forseti, en þú ert eitthvað svona frægur eða eitthvað, já, ég er það og og varstu að borða og já, borðar, fyrst þér kartöflu, já, ég sauðar og bara, þú veist, þarna var ég, bara stoltið, skilurðu, yfir því að hafa gert eitthvað, skilurðu, sem að okkur finnst ómerkilegt en er það ekki, skilurðu. Ég sauð þessu kartöflu sem þú varst að borða, skilurðu. Oft er bara sjálfsmyndin svo brotin og svo sjálfstrausti svo lítið að þetta er bara mjög mikilvægt. Og þannig að sko, þú veist, það eru vandamál. Við þurfum að finna leiðir til þess að ná til þín sem, þú veist, það sem þú varst. Þú veist, áður en ferlið fer að verða alvarlegra. Við þurfum að finna leiðir til að styrkja barnaverndin okkar þannig að við getum gripið inn í. Til dæmis eru krakkar oft að einangrast út af heimilisaðstoðum og gjarnan ofbeldi. Þú veist, og þetta var líka, þú veist, að verða fyrir ofbeldi, þú veist, það er bara mjög mikið af fólki sem skilur það ekki. Þú veist, hvað það er að vera fyrir ofbeldi. Þú veist, hvernig það situr í, þú veist, það grefur sig í taugakerfinu þínu. Og það er bara ákveðnir hlutir sem fá þau til þess að, þú veist, ná ekki andanum, bara, þú veist, og bara svitna í lófunum eða geta ekki hrift, allt þetta bara, þannig að, þú veist, mjög mikið af innflytjendum á Íslandi, börn innflytjenda, við þurfum að ná betur til þeirra vegna þess að oft er bara til dæmis fjölskyldur og bara menningin sem fólk kemur úr, það er hrætt við yfirvöld og oft er það líka með eitthvað óhreint mjöl í pokaorninu sem það vill ekki að sjást. Það er stundum líka þannig og við verðum að finna leiðir til að reyna að ná til þessara krakka. Þannig að erfitt, jú, og ég veit það, en mér finnst það vel þess virði, mér finnst það bara algjörlega þess virði að reyna. Og mér finnst aldrei gefast upp. Það, þú veist, þá ertu líka bara komin, þú veist, af því að það er eitthvað sem bara verður ákveðinni múgsefjun, skilur bara, þú veist, það er ekkert hægt að gera, þú veist, þú veist, þú veist, bara eins og oft talað, skilur oft tekið sem tópiki tvíhöfða, þú veist, hvað á að gera við dópista, skilur hvað á að gera við pervert, hvað á að gera við róna, hvað á að gera við afa, skilur þú veist, þú veist, og það er ekkert einhver
ein leið ein rétt leið til þá væri þetta ekki vandamál en þú veist þetta er vandamál við höfum bara alltaf að halda áfram að reyna og sko mér finnst forvarnar aðgerðin mjög vanmetin aðgerð af því þar er líka bara og ég líkti við skilur að þú veist að þú sérð eld inn í einhverju geymslu, inn í einhverjum skáp heima hjá þér og bara logar þar og það er ekki mikill eldur sko og hugsar já nei ég bara ég nenni ekki að pæla í þessu og loka bara skápnum og og heldur að þar með sem sagt þá sést ekki eldurinn lengur og það kemur öðru svona reykjarlykt þá opnar bara glugga og og ef einhver spyr, veist, hvaða brunalykt er þetta? Næ, þetta er ekkert, þetta er svona skilur en skilur svo bara opnar skápinn og þá bara kemur veist, öskrandi eldhaf á móti þér skilur. Þetta er bara svolítið þannig og miklu dýrara fyrir samfélagið og já, og bara veist, bara svona glötu tækifæri. Langar að spyrja þig hérna einu að lokum. Já. Hún er plaggat af þér í glugga sem er mynd af þér og stendur styttu með þessa biðlista. Já. Hvernig, að þú veist, eins og ég sé það mesta skaðaminnkunin sem er til er að hafa greiðan aðgang í meðferð eða afeitrun. Já. Það sem að fólk til að allan að koma í veg fyrir dauðsföll, fleiri dauðsföll. Já. Og hvernig telur þú að væri best að stytta þessa biðlista og er það bara með pening eða? Það hefur mjög mikið með fjárstuðning að gera. Það er að segja til meðferðaraðila. Biðlistar eru, það eru ýmsar ástæður fyrir þeim. Eins og við vitum, þá er oft, þá er fólk oft sett á biðlista vegna þess að það er kannski búið ítrekað að koma í meðferð án árangurs. Og það er bara hluti af, það er í rauninni hluti af meðferðarúrræði. Það var talað um það, þú veist, að fólk væri ekki búið að finna sinn botn, það var ekki tilbúið og væri jafnvel að nota úrræði sem bara hvíldarinnlögn til þess að bara jafna sig og ekki í þeim ásetningi að hætta heldur bara aðeins að þú veist slaka á og borða og fá mat og svona til að geta haldið áfram skiluru og jafnvel undirbúa sig undir eitthvað event skilur en síðan er það líka bara að að það er niðurskurður og það er fjárskortur og það er ekki hægt að manna stöður til þess að taka við fólki og það er ekki rými fyrir fólk og það viljum við laga með því að auka fjárstuðning og bæta mönnun og og það er til dæmis húsnæði stór hluti og ég hugsa til dæmis bara áþreifanlegt dæmi stuðlar. Það er mál sem að mun vera líka bara svona fyrsta mál dagskrá hjá mér að það er að koma starfsemi stuðla í ásættanlegt húsnæði sem er búið að vera að tala en hefur ekki verið gert og mér finnst of mikið tala og of lítið gert. Oft efndir í orðin ekki á borði
og svo finnst mér að sko við þurfum að breyta því hvernig við sjáum stuðla, að stuðlar eru sem sagt heilbrigðisstofnun og eiga ekki að vera að þróa smátt og smátt yfir einhvern svona unglingafangilsi. Þannig að ég vil sko skipuleggja mönnun líka sem sagt í samræmi við það og síðan sko úrræði eins og þriðji geirinn sem SÁA og líka hlaðgerðarkot, þú veist, ég vil bara efla þá starfsemi og þú veist, og það er stefna flokksins mín, skilur, bara Sigmar Guðmundsson sko, sem er líka gamall vinur minn sko, hefur unnið mjög ötullega að því og þetta er líka bara svona hans hjartans mál sko, en sko, og síðan það sem við erum líka að þú veist, að því að fólk úrræðin eru fá og það eru mörg hituna, en til dæmis Viðreisn fékk samþykkt frumvarp niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu og það hefur ekki verið fjármagnað, við ætlum að fjármagna það þannig að fólk geti sótt sér sálfræðiþjónustu á viðráðanlegu verði, skilur bara eins og þú veist að þú getur farið til sálfræðings bara eins og þú ferð í sjúkraþjálfun eða skilur ef þú tognar eða eitthvað, farið bara mátt farið 10 skipti, sjúkraþjálfun borga kannski 3.500 kall í staðinn fyrir að borga 25.000, skilur, þetta bara skiptir stóru máli og til dæmis fólk sem er á biðlistum eftir þjónustu gæti kannski, held ég mjög mikið að fólki gæti nýtt sér þjónustu sálfræðinga og fyrir mörg held ég að það gæti líka bara verið nóg, skilur, það myndi bara ná að byggja þessu upp þaðan og síðan sko í biðlistum sko sko þú veist eins og til dæmis í greiningar sko þá er sálfræðiþjónustan líka að fara að koma þar inn á jákvæðan hátt og svo vantar okkur líka bara okkur vantar líka bara svona kannski meiri umræðu sko greiningar og meðferðir og svona eins og ég tala fyrir, skil, það er eins og lyfjalaus leið sko sem ég held að sé sko ef að fólk myndi kannski vera upplýstara það að þá gæti það svona kannski betur valið þá leið að þú veist, að takast á við eins og ADHD, skilur, þetta er ekkert svo hræðilegt að vera með ADHD. Þetta er bara líka, þú veist, getur líka bara verið rosalega skemmtilegt. Og ef þú notar, sem sagt, versta er skömmin, skilur, að skamma sín. En ef þú notar til dæmis húmor og bara æðruleysi og auðmýkt gagnvart í og passar þig að fara ekki í sjálfsvorkunn, passar þig að taka ábyrgð á mistökum mínum og að reyna að nota húmor eins og það er bara að bjarga minni geðheilsu, húmorinn minn sko. Til dæmis sko þú veist, með að fyrirgefa mér mistök. Ég hef sagt til dæmis ef ég var að reka verktakafyrirtæki þá héti það fríverknaður EHF, en ég þarf að gera allt tvisvar og þrisvar og þú veist og ég hef verið á öllum ADHD-lyfjum sem til eru, Concerta, Strattera, Elvans, Ritalin, ég var á þessu öllu saman og
og þetta hefur allt sína kosti, þetta hefur líka sína galla og þetta hefur ákveðin jákvæð áhrif á mig þegar ég tek þetta, en þetta hefur líka neikvæð eða aukaverkanir og ég hef kosið að sem sagt vera mestu leyti án lyfja og ég hef bara mjög svona skipulagða nálgun á lyfjum og það virkar. Skilur, ég er hægari og ég er meira svona annarsögar og svo er ég líka að eldast og þetta er ekki að fara vel saman sko. Að eldast og ADHD, það bara gerir það verra. Þannig að sko, til dæmis að nýta sér sálfræði þjónustu og ég hef haft gæfu til þess. Ég var bara líklega einhver fyrsta kynslóðin af Íslendingum sem að fór til sálfræðings og það var bara sagt við mig. Ég sagði við mömmu, ég ætla að tala við, og það var í gennum útideildina sem ég var búið að tala við sálfræðing og ég sagði mömmu að ég væri að fara að tala við sálfræðing og hún var alveg bara, viltu ekki bara láta leggja þig inn á geðdeild? Nei, inn á Klepp, viltu ekki bara láta leggja þig inn á Klepp? Nei, skilur við? Þetta var bara svolítið viðhorfið. Sem sagt að þú bara, sem sagt, fer til sálfræðings og þá er það bara eitthvað, allir bara, hann er eitthvað klikkaður og þetta með eins og geðlæknirinn sem ég var hjá, þú veist, back in the days, sko, hann sagði við mig, sko, eftir ég fór að vera svona þekktur, skilur, ég var svona þekkt andlit og fólk vissi og svona hver ég var, þá sagði hann við mig, hann spurði mig einu sinni, Jón, mundur vilja, semst ekki þurfa að koma í gegnum biðstofuna? Og ég bara, nei, á hverju? Nei, bara því þú ert svona þekktur, fólk veit hver þú ert og svona, finnst þér það óþægilegt? Nei, það finnst mér ekki, og þó mér finnst það óþægilegt, þá myndi ég ekki vilja, að ég vil að fólk sjái að ég sé að fara til sálfræðings og ég sé að fara til geðlæknis. Skilur, ég vil að því það er eðlilegt, það er bara sumt fólk sem þarf á því að halda. Þess vegna er þetta til. Og skilur, og þetta, þú veist, eins og bara, þú veist, eins og bara að það sé normalísera, bara eins og þetta, þú veist, að fólk fari í meðferð. Það á Íslandi þykir ekki tiltökumál, það þykir bara, þú veist, þú getur sagt þetta við ókunnugt fólk, það er ekkert alls staðar þannig. Þú veist, ég veit bara Spáni eða Frakklandi, Þýskalandi, þú segir fólki að þú hefur farið í meðferð, að þá bara, skilur það, þú færð annað viðmót, sko. Þannig að hjálpa fólki til dæmis að vinna og lifa með ADHD og lesblindu, eða sem sagt, já, með ADHD aðalega, sko, og sem sagt svona skynsegin frávikum, eins og ódæmigerðri einhverfu eða þráhyggju, eitthvað svona. Það er líka hægt að vinna á þessu með samtalsmeðferð, kognitífri samtalsmeðferð hjá sálfræðingi eins og með lyfjum. Og oft vinnur bæði saman, en stundum er nóg fyrir fólk bara að ná aðeins að tjá sig og pústa og þannig að það er til bara margar leiðir. Já. Er eitthvað meira sem þú vilt bæta við? Ég gæti spjallað við þetta alltaf dag, sko. Já, nei, bara, þú veist, sko, þú veist, ég var bara,
þú veist, að það sem að við höldum, skilurðu, eitthvað að þú veist, við höfum einhvern ákveðin skilning á einhverju og hérna svo sjáum við það frá einhverju öðrum sjónarhóli þá einhvern veginn upplifum við öðruvísi og ég hef stundum sagt sko að ég núna ég stend á svona tímamótum í lífinu mínu og sko ég var í forsetaframboði ég vissi frekar snemma í því ferli að ég hefði ekki kosinn forseti en mér fannst samt gaman að taka þátt í þessu en samt var ég líka á kafi öðru og hérna sko ég var í tökum á sjónvarpsþáttum og líka í forsetaframboði og er þetta ofvirkni, er þetta manja eða er þetta bara íslensku dugnaður, ég veit það ekki kannski er þetta að blanda þessu öll saman sko en það var forsetakjör umboðsmaður barna og krakkarúf voru með krakkakosningar í öllum grunnskólum landsins og ég sigraði þær, ég var forseti barnanna og ég var að hugsa, þú veist, hvernig get ég sýnt krakkanum virðingu, þú veist, og bara takkað fyrir þetta, hvernig get ég, þú veist, hvað á ég að gera, hvernig á ég að gera eitthvað leikrit, á ég að gera eitthvað ávarp til krakka, þú veist, á ég að skrifa barnabók, þú veist, hvað á ég að gera? Ég hugsaði alveg það, skrifa barnabók, þú veist, forseti barnanna, sem væri eitthvað svona ofurhetja sem kæmi og bjargaði börnum. En svo hugsaði ég líka bara, og það aftur líka, það sem ég hugsaði eins og eftir hrunið, þú veist, hvað get ég gert? Hvernig á ég að gera eitthvað leikrit hrunið og eitthvað? Og ég ákvað bara í staðinn fyrir að vera eitthvað staðar í mínu safe zone, skilurðu, og hérna, og vera með eitthvað að tala þaðan, þá ákvaði ég að stíga út í óvissuna og í staðinn fyrir að horfa vandamálið utan frá að vera inn í vandamálinu og reyna að vera hluti af lausnin en ekki áhorfandi sem var að benda fólk í lausnina. Og hérna, og þetta bara kom upp hjá mér núna í hérna, í rauninni bara fríinu okkar hjónana eftir forsetaframboðið að þú veist, kannski væri bara lang lógiskast að svara þessu með því að fara bara áfram aftur í framboð og með það markmið að vinna að málefni barna allt land og hérna þú veist, í gegnum tíðina hef ég fengið bæði skrifuð bréf og e-maila, þú veist, náttúrulega aðalega e-maila og skilaboð á samfélagsmiðlum eða jafnvel frásagnir á samfélagsmiðlum það sem að bara krakkar hafa sem sagt orðið fyrir einhverjum áhrifum af einhverju sem ég sagði það gerði eða eitthvað af mínum verkum, skilur svo bækurnar mínar og hérna þú veist, ég hef verið svona fyrirmynd fyrir krakka og bara það einhvern veginn að ég þú veist, sé svo sem ég er og hafi sagt frá því og ég skammist mín ekki fyrir það hérna hefur gefið fullt af krökkum von og skilurðu, þú veist skilurðu, einn gaur sem fær von eða fær nýja hugmynd eða fær eitthvað nýtt heilbrigði sem hann átti ekki áður sko getur síðan ná til einhverja fleiri skilur það hérna þannig að sko og þetta er í rauninni bara hérna þetta er í rauninni sko það sem að ég er svolítið að gera og þú veist og vissulega sko kem ég úr svona menningartengdum geira þannig að fólk hugsar þú veist oft þú veist Jón Gnarr þú veist fyrir að vinna í menningarmálum
skilur veist, svona leikhús og kvikmyndir og eitthvað svona og ég hef sterka taug þangað og vissulega en þarna þetta sem sagt mín köllun í þetta hún fyrst og fremst út af þessu og ég að segja skilið við leiklistina líka vegna þess að sko ég bara sagt við fólk skilur bara leiklist eiginlega bara svona ákveðin tegund af geðveiki sko þú veist þetta bara að þrá að vera einhver annar en þú ert skilur og gangast upp í því að vera einhver annar en þú ert þannig að fólki finnst jafnvel mjög trúlegt að þetta sér þú þessi trúverðugt og og einhvern ákveðin hátt þetta líka þú veist eins og einhver svona miðill að miðla láta leiða fólk í gegnum sig eitthvað framleiði fólk og og eins og í sambandi við sko geðsjúkdóma og afstöðu okkur til geðsjúkdóma þú veist þá líklega þekktasti sko klínískt geðveiki maður mannkynssögunnar líklega Jesú Kristur sko hann bæði með ofskynjanir, ofhernir og messiasarkomplex og hann var mjög liðtæk og var mjög velkominn á hvaða geðdeild sem sko en samt eru fáir menn sem hafa haft meiri áhrif á mannkynssöguna og sérstaklega á þróun hugmyndafræði Vesturlanda sem byggir meira og minna á hans lífi og hans pælingum sem voru mjög geðveikislegar og það sem við eins og það sem við erum að ræða og þessi kerfi sem við erum að tala að vinna eftir eru mjög mikið byggð á hans geðveikislegu hugmyndafræði skilur sko þú veist þetta þú veist á ég að gæta bróðum míns og bara já átti eiginlega að gera það og það hefur orðið hluti af þú veist menningu okkar þannig að þú veist þetta allt þegar ég fyrir að hugsa þetta skilur þá sé ég alltaf bara meira og meira net skilur þetta allt samtengt þetta ekki svona aðskilið eins og fólk heldur oft þú veist þetta sé einhvað og þetta net og við þurfum að styrkja það og efla tengslin á milli og reyna að bjarga fleirum sem sagt aðalega börnum og já, ég ekki talað endalaust ég var einmitt að hugsa þannig komið já, þú veist, en hvað á ég að segja já, einhver svona alltaf bara að tala endalaust sko. Ég ekki bara að segja þetta gott? Þetta ekki bara, þetta er komið upp í klukkutíma sko. Já, einmitt ég bara þakka kærlega fyrir að koma Já, þakka þér kærlega fyrir ég að bjóða mér og gefa mér tækifæri á að ræða þessa hluti, þú veist, á þennan hátt, skilurðu því ég veit líka sko, í pólitísku samhengi farði ekki þetta tækifæri þannig að sko það er eins og í pólitík sko allt það góða sem þú gerir það er gleymt eiginlega leiður búin að gera það vegna þess að það var sjálfsagt og ef eitthvað þá áttur að vera löngu búin að gera það en mistökin sem þú gerir þau gleymast aldrei þeim verður aldrei gleymt skilur og þeim verður nuttað upp úr því endalaust og og ef þú segir eitthvað já en þú veist ég gerði nú þetta og hitt var það dregið í efa og þú ert að hæla þér að einhverju sem þú ættir að skammast þín fyrir og þetta af því þú áttir að vera löngu búin að þessu þannig að sko já þannig að bara takk fyrir mig og bara þakka því fólki sem hefur nefnt að hlusta og horfa á þetta. Já, ég vil bara taka fram inn í lokin að þetta
Þetta ekki greitt viðtal af Viðreisn eða eitthvað svoleiðis. Ég bauð Jón Gunnar í þáttinn hjá mér af því að mér finnst aðdáunarvert það sem að Viðreisn að gera varðandi það að tala barnamál og stytta biðlista og þessi geðheilbrigðismál. Þannig að já, bara takk aftur. Takk sömuleiðis.